Hrefna og Karin, þið ætluðu nánast að fara í slag um það hvor myndi fara í viðtalið, þannig ég ákvað bara að taka við ykkur báðar. Hver eru svona fyrstu viðbrögð eftir þessa helgi? Tvö frekar svona stór töp. Þetta var bara tveir erfiðir leikir en við bara hættum ekki að berjast. Já, mjög flottir og bara erfiðir leikir og við vissum að það myndi vera erfitt fyrir að koma í þessa leiki en við bara lögðum allt í þetta. En því miður það voru niðurstaðan ekki eins og við vildum. Alveg eins og Helgi þjálfarinn eitthvað kom inn á þá kannski munar dálítið það að þið eru náttúrulega kanalausar. Meina skipti það miklu máli? Þú veist, já, ég meina það er náttúrulega alveg erfitt að spila á móti einhverjum sem að, þú veist, er alveg rosalega, er með þetta í atvinnumennsku og er alveg erfitt. Já, og svo náttúrulega erum við ekki með Rut með okkur helgina, þannig að mjög mikill missir að hafa hana. Það vantaði svona sérstaklega í vörnina hjá okkur og svoleiðis. Og þú veist, við vissum það fyrirfram en ég veit það ekki, ég vantaði svona í vörnina, þú veist, eins og fá Rut hana inn í teginn og svona. Já, en í þann leiknum í gær, þá var nú Silvía, hún var nú bara með algjörar kana ígildis tölur. Er hún eitthvað svona, já hvað, mikilvægast í leikmaður eða hvað? Já, bara mjög gott að fá hann í liði, hún er bara eins og kaninn okkar og hún er bara rosalega góð í körfu. Við höfum sagt, eins og ég hef sagt það áður bara, þú veist, það er bara eiginlega kaninn okkar, hún og Rut. Já. Og hvað, hvert er takmarkið sem eftir lifir vetrar? Við ætlum bara að, þú veist, koma bara með baráttu í alla leiki og við ætlum bara að reyna að vinna alla restina af leikjunum okkar, allan í deildinni og svo bara komum við með hörku baráttu í úrslitakeppnina á móti Grindavík. Þannig ég held að það verður mjög skemmtilegra og komum bara ennþá tilbúnar í leikina og svoleiðis. Þannig að það er bara skemmtilegt að fara í þá. En er ekkert, skiljið takmark upp á að fara bara upp? Var það uppleggið fyrir tímabili eða bara svona vaksa og dafna og bæta ykkur? Já, það var eiginlega bara svona að vaksa og dafna eins og sagðir. Þú veist, við vorum ekkert endilega að plana að fara upp og þú veist, það var búið að spáð okkur öllum bara, þú veist, næst seinasta sæti í deildinni eða eitthvað svoleiðis og þú veist, við erum bara búin að koma öllum mjög óvart með lið, við erum með ungt og flott lið. Þannig ég held að það var bara planið að bara reyna allan að bara fara eins langt og við getum. Flott, takk fyrir þetta. Takk fyrir.